Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Margrét Tryggvadóttir. Forseti, mér finnst ég standa frammi fyrir tveimur afarkostum, báðum slæmum. Sjálfstæðisflokkurinn hefur lagt fram vantrauststillögu á ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur, ríkisstjórn sem mér finnst vinna meira ógagn en gagn og vera beinlínis hættuleg þjóð sinni. Ríkisstjórn sem á hverjum degi fórnar hagsmunum heimilanna og fjölskyldnanna í landinu fyrir hagsmuni fjármálakerfisins. En í ríkisstjórninni situr alls konar fólk. Sumir ráðherranna eru að vinna af heilindum. En forystan er ónýt og ég myndi vilja að forsvarsmenn hennar vikju og hleyptu nýju fólki að. Fólki sem er tilbúið að vinna landinu gagn, tilbúið að bjóða spillingunni og bankakerfinu byrgin og taka sér stöðu með heimilunum í landinu. Ég myndi vilja leggja fram vantraust á 3 ráðherra í þessari ríkisstjórn. Forsætisráðherra, fjármálaráðherra og efnahags- og viðskiptaráðherra. Ég sé enga glóru í framtíðinni með þetta fólk í brúnni. En það sem hefur valdið mér mestu hugarangri síðasta sólarhringinn hvernig þessi tillaga er komin fram. Hún er sett fram sem höfuðlausn Bjarna Benediktssonar, formanns og þingmanns og formanns Sjálfstæðisflokksins. Höfuðlausn Bjarna Benediktssonar. Mér finnst vont að vera orðin þátttakandi í því ömurlega leikriti sem hér er sett á svið. Formaður Sjálfstæðisflokksins missteig sig illilega. Hann ákvað að reyna að sýnast mikill maður, meiri maður en hann og samþykkja Icesave. Hann hafði þó ekki samráð við sitt fólk og fékk það óþvegið tilbaka. Nú þarf hann að redda sér og hefur fengið þá hugdettu í kollinn að það sé best, ekki fyrir þjóðina, heldur fyrir hann prívat og persónulega, að drífa í kosningum þar sem hann myndi leiða flokkinn til sigurs, því ekki gæti fylgi flokksins minnka eftir það afhroð sem hann fékk síðast. Þannig væru vandræði hans fyrir bí. Vantrauststillagan á ríkisstjórnina er sett fram á forsendum Bjarna Benediktssonar og þeirra sérhagsmuna sem hann stendur fyrir. Hann vill ekki að ríkisstjórnin nái að breyta fiskveiðistjórnarkerfinu. Hann vill ekki breyta stjórnarskránni. Þessi 2 mál eru mér hugleikin og ég hef lagt áherslu á að ekki verði boðað til kosninga fyrr en að stjórnlagaráðið hafi skilað sínum tillögum og Alþingi afgreitt þær. Því get ég ekki stutt þessa vantrauststillögu eins og hún er sett fram af Sjálfstæðisflokknum. En ég get ekki heldur varið ríkisstjórn sem ég vil losna við falli og tel skaðlega landi og þjóð. Við þingmenn hreyfingarinnar höfum því farið fram á að greidd verði atkvæði hvorn lið tillögunnar fyrir sig. Ég mun styðja vantrauststillögu á ríkisstjórnina á mínum eigin forsendum en mun ekki styðja tillögu þingrof og nýjar kosningar. Mér finnst þær ekki tímabærar fyrr en eftir að stjórnlagaráð hefur lokið sínum störfum, auk þess sem þarf að loka á möguleikann á utanþingsstjórn sem ég held að geti fleytt okkur áfram á meðan stjórnlagaráðið lýkur sínum störfum, treystist þessi ríkisstjórn sér ekki til þess að verja hagsmuni Íslands. Látum ekki Sjálfstæðisflokkinn komast upp með sína frekju tilburði, leyfum þjóðinni að kjósa tillögur stjórnlagaráðsins og kjósum eftir að Alþingi hefur afgreitt nýja stjórnarskrá.